Nú ætlum við að fara í efni fyrir próf 1 í rafsvæði 3 og það verða einhverjar spurningar úr þessari skýrslu sem er samfjöldsun og samkennslu. Þannig að við erum með rafalasamstæðu sem að er alveg handvirk, stjórnum spennunni handvirkt, stjórnum hraðanum handvirkt, sem sagt með aflinu frá þessum spennugjafa inn á jafnströmsmótor sem að knýr rafalann og svo það er sem sagt, já, þetta var rafali 1, rafalasett 1 og svo er kallað rafali 2 að hann er með sjálfvirka hraðastýringu sem sagt inn á þennan mótor sem knýr rafalann. Þannig að honum er haldið á réttum snúningshraða til þess að rafalinn framleiði 50 rið og þessi snúningshraði er þá 1500 snúningar á mínútu. Rafalinn er 2 pólpör, þannig að þá þarf hann að til þess að hann framleiði 50 riða spennu þá verður hann að snúast 1500 snúningar á mínútu samkvæmt formúlunni. Og hér höfum við sem sagt hvernig rafali 1 er tengdur að við erum með þetta er reyndar aflvélin á honum, þetta er jafnströmsmótor. Við erum með brúarriðil og hér föst segulmögnun, spennan er bara alltaf sama yfir á affarsvæðinu C og D en síðan er straumnum stjórnað í gegnum snúðrásina til þess að stjórna hraðanum og stjórna sem sagt þá aflinu sem kemur inn á þennan mótor. Til dæmis ef við ætlum að framleiða meira afl með rafalanum sem er ástengdur við hann, að þá þurfum við að hækka spennuna frá spennugjafanum og hækka spennuna og þar með strauminn og aflið og þá aukum við raunaflsframleiðslu rafalans sem er neðar. Við sjáum sáturvöðin, þá fáum við meiri straum frá sáturvöðunum og meira afl framleitt út á álag. Og svo að sjáum er raðarvað muniði tengt og þetta er í rauninni slingimótor þannig að spennugjafinn hann er 3 fasa inn og svo eru 6 díóður sem að búa til jafnstrauminn fyrir jafnstraumsmótorinn sem að knýr rafalann niðri. Og þessi mynd er þá af aðalrafalanum og við segulmögnum hann með segulmögnunarvél sem er lengst til hægri á endanum, það er þessi vél og það er neðst á myndinni. Það er þessi segulmögnunarrafali, það stendur R fyrir rafalann og þetta er sem sagt ástengt eins og við sjáum. Og með því að breyta mótstöðunni þá stillum við segulmögnunarstrauminn sem við framleiðum með þessum rafala, segulmögnunarrafalanum, jafnstrauminn sem sagt, inn á pólhjólið sem er þessi spóla Í rauninni þá skiptist þetta á 6 spólur í pólhjólinu vegna þess að hann er með 3 pólpörum og þá þurfum við að snúa hann 1000 snúninga til þess að hann framleiði 50 rið af því að hann er þannig byggður. Og til þess að spennan sé rétt út af rafalanum þá þurfum við alltaf að passa upp á það með þessari mótstöðu. Við erum að stilla segulmögnunina hér fyrir jafnstraumsrafalann inn á C og D, affarsvafið Þetta er segulmögnunin fyrir rafalann og þá erum við að auka eða minnka segulmögnunarstrauminn sem að fer inn á pólhjólið á aðalrafalann. Og þetta er allt saman handvirkt. Svo höfum við rafala 2 og þar er allt saman sjálfvirkt og þá áttum við
að prófa hann með mismunandi álagi. Ekkert álag gaf okkur 0,6 ampere á segulmögnunarstrauminn. Síðan settum við raunálag á hann, 14 ampere. Þar þurfti segulmögnunarstraumur að aukast í 0,9 ampere og tókum svo raunálagið út og settum spanálag í staðinn, spólur eða mótorar líka því að margir mótorar væru í gangi, svona álagslitlir, og þá þurfti að auka segulmögnunarstrauminn heilmikið vegna þess að það er áhrif frá sátrinu sem að veldur þessu. Af því að hér er mikið fasvik og spanálag veldur mótseglandi áhrifum frá sátrinu, svokölluðu sáturspyrnu, sem að vinnur gegn segulsviði frá pólhjólinu. Þetta þurfum við að skoða núna á eftir. En það sem við gerðum hérna, ef við klárum hérna með rafal 1, það sem við gerðum með rafal 1, hann var settur hérna á snúningshraða, þannig að hann framleiddi 50 rið og stilltum spennuna, 400 volt. Við settum álag á hann og þá lækkaði tíðnin í 44 rið, spennan lækkaði í 200 og eitthvað volt, og til þess að laga þetta, af því hann er alveg handvirkur, þá þurftum við náttúrulega að auka snúningshraðan og þá hérna aukum við með raunaflið inn á aflíluna sem er jafnstrandsmótor í okkar tilfelli, og síðan til þess að það var ekki nóg, við lágum tíðnina upp í 50 rið, en spennan var of lág, 390 volt eitthvað svoleiðis, og þá þurftum við að auka við segulmögnunarstrauminn til þess að laga spennuna upp í 400 volt. Þannig að þetta er algjörlega handvirkt á rafal 1. Nú, rafal 2, hann er hérna, það er hægt að lesta rafal 2 upp í 15 kilovoltampere, sýndaraflið, og straumurinn má hámarki verða 22,8 ampere. Þetta vorum við að tjekka á merkiskiltinu og síðan prófuðum við hann, og þá þurfum við aðeins að líta á hérna kaflann í bókinni sáturspyrnu þegar við þurfum að skoða þetta með mismunandi segulmögnunarstraum fyrir raunálag, sami álagstraums 14 ampere, en við þurfum miklu meiri segulmögnunarstraum þegar við erum sama álagstraum ef við erum með spanálag, spólur. Við finnum hérna í 18. kaflanum sáturspyrnu í rifsteinsrafala sem hefur áhrif á segulmögnunarstrauminn sem þarf að vera mismunandi mikil til þess að halda 400 volta spennu, réttri spennu út af rafalanum. Þá þurfum við meiri segulmögnunarstraum ef við erum með marga mótora í gangi, og þessi mótorar, það eru spanálag. Og straumurinn í sáturvöfum, þeir mynda eigið segulsvið sem virkar á segulsvið pólhjólsins, og bæði segulsviðin eru náttúrulega í sömu segulrásinni, og við skoðum það hérna. Hérna er mynd af ef við erum með raunálag í rásinni, þá hefur það í rauninni bæði mótseglandi og meðseglandi virkni, þetta segulsvið frá leiðurum í sátrinu á pólhjóli sjálft, En það hefur í rauninni aðeins meiri mótseglandi áhrif, svo að þá þurfum við að auka segulmögnunarstrauminn til þess að halda réttri spennu. Eins og við sjáum hérna, við vorum ekki með þetta hérna, þurftum að fara úr 0,6 ampere í tómgangi, bara til að halda 400 voltum með ekkert álag, og ef við bættum við 14 ampere álagstraum, raunálagi, þá þurfum við að auka segulmögnunarstrauminn upp í 0,9 vegna þess að hér er mótseglandi áhrif frá sátrinu inn á pólhjólið. Og síðan er það miklu meiri áhrif ef við erum með spanálag, því að þá erum við staðst með pólhjólið í þessari stöðu þegar við erum með í rauninni áhrifin mest frá sátrinu
og við erum með straum á eftir spennu í spanálagi og það veldur þessu að hér koma segulsviðskraftlínurnar og við sjáum með þessar ör hérna hvernig þær eru hérna umhverfislegarna í sátrinu og þær keyra hérna á móti segulkraftlínunum frá pólhjólinu. Við sjáum norðurpólinn hérna og segulkraftlínur sem sagt hérna í gegnum póljárnið frá norðri til söðurs í gegnum loftið sem sagt og hérna halda segulkraftlínurnar áfram frá suðurpólnum hérna og til norðurpólsins hérna og það rekast hérna á segulkraftlínur frá sátrinu. Þannig að álagsstraumurinn þegar það er spanálag það mynda þessi áhrif og það veikir þetta heildar segulsviðið í rafalagnum. Þannig að spennan lækkar. En í rafalagnu erum við með spennuregli sem að mæla í rauninni eða þreifa, mæla spennunni út á rafalagnum og það er kallað raungildi rafalans og ef að raungildið, sem sagt ef spennan ætlar að lækka þá rafeindarás sem að hækkar segulmagnastrauminn bara strax til þess að fá hærri spennu út á rafalagnum. Þannig að þá finnur spennureglirinn jafnvægið aftur þannig að með því að auka segulmagnastraum nægilega mikið þá nær hann spennunni upp í 400 volt aftur. Þá að það sé svona mikill álagsstraumur sem sagt út á spanálaginu. En hvað myndi gerast ef við værum með þetta? Þetta skoðið þið þegar þið takið hérna síðasta áfanginu í námsvæði. Við förum ekkert mikið í þetta núna því að það er meira áhersla á spanálagið fyrst. En ég ætla að rétta sýna ykkur ef við værum með rýmdarálag, ef það eru miklu meiri áhrif frá svona þéttum eins og til dæmis í jarðköplum og einhverju slíku, að þá hérna hjálpar rýmdarálag til við seglun pólhjólsins því að það er akkúrat 180 gráður úr fasa sem sagt straumur í rýmdarálagi með straum í spanálagi. Það er alveg þveröfugt. Þannig að þá sjáið þið að straumurinn að fara hérna út úr myndinni til okkar og þess vegna segulsviðið umhverfisleiðarana í þessu sátrinu eins og við sjáum á myndinni. Örin hérna sýnir stefnu segulkraftlínuna og þessar segulkraftlínur þær eru samferða segulkraftlínum pólhjólsins og í rauninni þá bara auka seglunina og þess vegna þurfum við að draga úr eða þarf reglirinn, spennureglirinn, að draga úr segulmagnastraumnum því annars færi bara spennan að hækka og hækka út af rafalagnum við aukinn rýmdarstraum eða rýmdarálag. Þannig að þá þarf það að minnka og við sjáum það hérna það er örugglega einhvers staðar erum við með mynd af því hvernig að hérna segulmagnastraumur breytist. Það er seinna hérna í kaflanum. Að við sjáum hér ef að við erum með mikið spanálag þá hérna þarf að auka segulmagnastrauminn. Við sjáum það þessari mynd hérna. Nú, cos-phi er 1 hérna, þetta er raunálag, þá það samt líka aðeins að auka við segulmagnastrauminn til þess að halda réttri spennu. En við aukið sem sagt álag, straum, út af rafalagnum og þannig að ef að það er mjög eða bara eiginlega hreint spanálag, sýnt hérna með cos-phi 0, þá þarf að auka segulmagnastrauminn mjög mikið til þess að halda réttri spennu út. En hins vegar, við skoðum rýmdarálag, við sjáum það cos-phi mínus 0,8 hérna, þá þarf að draga úr segulmagnastraumnum til þess að halda réttri spennu út og síðan líka ef að
þetta er alveg hreint rýmdarálag kósfín 0, þá þarf að draga ennþá meira úr segulmagnastraum til þess að það verði rétt spenna út af rafalanum. Þannig að sjáum við hérna hvað segulmagnastraumurinn þarf að vera mismunandi mikill til þess að halda réttri spennu. Ok. Skoðum þá skýrsluna hérna áfram. Og nú eru einhverjar spurningar hérna. Hvaða hlutir rafalabúnaðarins sér að auka segulmagnastrauminn, sem sagt á rafala 2. Að það er sem sagt spennureglir. Við köllum líka svona spennustilli. Hann heldur sem sagt spennunni réttri út af rafalanum með því að stjórna segulmagnastraumnum. Og síðan er þetta samfösun, næsta atriði hérna. Og þá er það þessi 3 skilyrði fyrir samfösun að það sé sama spenna, sama tíðni og rétt augnablik sem sagt á safnteinum og frá rafala. Og þið munið eftir þarna myndinni í bókinni. Hérna sjáum við í samfösunartöflunni að við erum með tvöfaldan tíðnimæli, við tvöfaldan spennumæli og svo erum við með búnað til þess að sjá rétt augnablikið. Það er sem sagt samfösunarljósin og samfösunarsjána. Það kemur grænt ljós til að sjá okkur í töflunni á samfösunarsjána þegar er rétt augnablik. Og ef við erum með ljóstímutenginguna á samfösunarljósunum þá er slökkt á ljósunum hérna niðri en hin ljósin lýsa þegar er rétt augnablik. Og ef við höldum hérna áfram í skýrslunni þá áttum við að setja hérna ljósin í dimmatengingu og þá er spurt hérna lýstu því hvernig ljósin blikka. Þau náttúrulega eiga að blikka í takt ef að er hérna dimmtenging þegar er rétt fasaröð. En hvernig kemur það fram á ljósunum ef fasaröðin er röng? Og þá blikkar sem sagt ljósin á mismunandi tíma ef fasaröðin er röng. Það er svona eins og hringhreyfing á þessu blikki. Sem sagt en á sama tíma eða í takt ef að hún er rétt. Og þegar er rétt augnablik þá er slökkt á öllum ljósunum. Þá er engin spennumunur á milli sem sagt snertana á innkomandi rafala. Það því að sá rofi, sá aflrofi er ekki kominn inn. Því að við notum þann aflrofa á innkomandi rafala til þess að fasa á réttu augnabliki þegar að það kemur. En við settum rafala 2 inn fyrst á safnteinuna vegna þess að hann er stjórnandinn í kerfinu og síðan sem sagt vorum við með rafala 1 sem vorum að fasa inn á aðeins hærri tíðni heldur en rafala 2 eða safnteinuna til þess að hann kæmi inn, hann rafala 1 sem framleiðandi en ekki sem mótor eða notandi. Og þetta hjálpar til þess að að hann kom ekki inn þannig að hann valdi álagi á netið sem getur leitt til þess að verði útsláttur eða bara hreinlega blackout ef að aflið er það mikið, bakaflið. Hins vegar er ákveðið búnaður sem heitir bakaflsvörn í sem sagt töflum, skipstöflum og þannig er að ef að innkomandi rafali kemur inn sem notandi og ef bakaflið er það mikið og varir í það langan tíma að það fer yfir innstilt gildi á bakaflsvörninni þá slær þessi bakaflsvörn rafala rofanum aftur út bara mjög fljótlega eftir að var fasað saman því að þá er hann að valda álagi á netið og
þessi backup-vörn til þess að verja netið fyrir þessu álagi. Og þetta gerist svo að ef að rafalinn kemur inn á aðeins of lágri tíðni og þá myndu samfærsunarljósin snúast og samfærsunarvísirinn snúast öfugt eða á móti úrvísi eða rangsælis. Þannig að það verður örugglega líka spurt þetta á prófinu, hugsanlega, hvað gerist ef að rafali fasaður inn á aðeins of lítilli tíðni og það sem að gerist þá það að bakhvarfsvörnin slær rafalarofanum út og það rauninni nægilegt svar, En hann gerir það ef að bakaflið nógu mikið og það varir í meira en innstilltan tíma. Þessi innstillti tími náttúrulega mismikill eftir stærð rafalanna og svo framvegis. En þetta það sem gerist. Og síðan var búið að laga tengingar á samfærsunarljósunum. Þeim var breytt úr dimmutengingu yfir í ljósdimmatengingu og þá spurt hvernig eru samfærsunarljósin þegar grænuljósið í fasasjánu logar, að þá eru það þessi tvö efri ljósin sem að loga en neðra ljósið slökkt þarna í miðjunni. Eðlilega. Síðan vorum við með samkeyrslu á rafalunum og við vorum með raunafl. Þegar við settum raunaflið inn og búið var að fasa rafalana saman, þá gerði rafali 1 ekki neitt, af því hann algjörlega handstýrður, en rafali 2, hann tók á sig allt aflið, vegna þess að hann skynjaði, eða hraðastýringi skynjaði það að tíðnin eða hraðinn ætlaði að fara niður eða straumtaka mótorsins varð meiri og þá þurfti hann bregðast við að senda hærri tíðni út á mótorinn. Þannig að auðvitað eykst skreikunin á mótornum. Hann leitast við að auðvitað álagið á rafalann veldur því að mótorinn verður fyrir álagi og þá eykst skreikunin á mótornum. Það þýðir það að samfasa hraðinn í sátrinu verður að fara hraðar til þess að halda mótornum á réttum hraða. Ef við förum betur í þetta allt saman í 19. kaflanum, þannig við skulum ekki hafa ágjör af þessu fyrir þetta próf, en að það veldur því að rafali 2, hann tekur allt aflið á sig, af því að það algjörlega sjálfur hraðastýring á rafala 2. Og líka með spennuna, að í rafala 2 spennureglir og hann passar upp á það að spennan ef að kemur álag á, þá eykur hann segulmagnstrauminn þannig að spennan verður rétt, hækkar upp í 400 volt við þetta álag. En síðan vorum við að jafna álaginu á milli og þá gerðum við það með því að auka aflið á rafala 1 því að þá lækkaði á móti afl rafala 2. Við sáum að þegar við settum inn þessi 2 þrep af raunálagi þá fór P2 í 9,4 kW. Ætti að standa kilowatt. Kemst ekki fyrir. Kemur með góða móti. Þannig að hann tók allt á sig. Síðan jukum við aflvél 1 til þess að jafna og þá fórum við upp í 4,7 kW á rafala 1 og þá lækkaði aflið á P2 mör á rafala 2 úr 9,4 niður í 4,7 kW. Og við sáum að það samt örlítið hærri straumur á rafala 2 en 8,5 ampere en 8,4 á rafala 1.
Það örlítið munur á straumálaginu en það ekki það mikið að borgi sig að reyna að jafna það. Þannig að við gerðum ekkert í því að jafna straumálaginu. Svo að við sjáum hérna að segulmagnsstraumur í rafal 1, hann alltaf sá sami nákvæmlega, 2,4 ampere jafnstraumur allan tíman. En nú tókum við allt raunalag út en settum blandað álag. Það þýðir bæði raunalag og spanálag í þessu tilfelli hérna. Í fyrstu línu það var náttúrulega bara álagslaust, síðan höfum við blandað álag og þá þýðir það líka að hérna höfum við verið með tiltölulega lítið álag. Rafal 2 hann tók 5 kW á sig. Mér minnir að við höfum verið með aðeins meira álag. Hvað vorum við með? 7 eitthvað? 7,4 kW, já. Og svo jöfnum við því niður með því auka við afvél 1 fyrir rafal 1. Hann fór að framleiða meira og þá jöfnuðu þessu milli rafalna. Hvað endaði það í? 4, 3,7 kW á báðum rafalanum. Okay. Og en hérna sjáum við að eftir að við jöfnum raunálaginu á milli þá verður samt straumurinn rosalega misjafn á milli þeirra. Og það vegna þess að rafal 2 hann tekur á sig allt launaflið vegna spanálagsins. Og þá sjáum við hérna 15,2 ampere álagsstraum á rafal 2 en hinn rafalinn hann bara með 5 þó við séum búin að bæta við aflið frá honum. Það gríðarlega mikill munur á þessum straumum og við þurfum að jafna þessa strauma en hjá okkur þá erum við ekki með nákvæmlega þessar tölur. En við sjáum að við þurfum að jafna álaginu og það gerum við, straumálaginu, með því að auka segulmagnsstrauminn á rafal 1. Það EM1. Og þá sjáum við hér að hann aukinn upp í 3,5 ampere jafnstraum, segulmagnsstraumurinn, og þá minnkar segulmagnsstraumur á rafal 2 úr 1,3 amperi niður í 1 ampere. Það sem sagt dregur sjálfkrafa úr segulmagnsstraum þar því að við hjálpum til með rafal 1 til þess að framleiða launstraum fyrir spanálag. Og þá sjáum við það að straumálaginu jafnað á milli þeirra hérna, 8,6 ampere á báðum rafalanum. Og þá náttúrulega getur raskast eitthvað aðeins jafnvægi á milli raunaflsins og þá rauninni hægt að laga það handvirkt aftur og stilla þetta allt saman. En yfirleitt þetta allt saman sjálfvirkt til dæmis í skipum og á öllum öðrum stöðum. Þá búnaður sem gerir þetta sjálfvirkt en ef að þessi sjálfvirki búnaður bilar þá þurfum við að kunna að jafna raunálagi og jafna launálagi eða sem sagt jafna strauman á milli rafala. Þannig að þess vegna erum við að læra þetta. Og síðan spurt hérna hvernig breytist segulmagnsstraumur rafala 2 sem sagt þegar þú hækkaðir segulmagnsstraumur rafala 1 að þá lækkaði segulmagnsstraumur rafala 2. Og af hverju var þessi sjálfvirka breyting á segulmagnsstraum 2? Það vegna þess að spennustillirinn sem á rafala 2 sér að straumurinn haldi sér, þetta á að vera spennan. Ég búin að leiðrétta þennan texta hérna. Að spennustillirinn sem á rafala 2 sér að spennan haldi sér alltaf í 400 voltum og þegar hann skynjar að rafal 1 að framleiða hærri spennu það rafal 2 ekki að framleiða svo háa spennu og þá ætti hann að draga úr segulmagnsstraumnum sjálfvirkt.
Rafalið 2 skynjar að spennan fer hækkandi og bregst við með því að minnka segulmagnastrauminn svo að spennan haldist rétt í 400 voltum. Það það sem gerist. Og síðan eigum við að lýsa vinnumáta rafala 2. Og það gott að styðjast við myndina sem við eigum til í bókinni af svona kassamynd. Gott að útskýra þetta út frá henni. Sko, við getum nýtt okkur þessa kassamynd hérna af rafalanum sem við erum með inn í stofu 106, en á honum ekki þessi hlutur hérna sem á myndinni lengst til hægri hérna, 6A og 6B, því að hér sísögurrafali sem við erum ekki með. Þess vegna notum við bara vinstri hlutana af myndinni og þess vegna lítur þetta svona út. Búið að handtekna hérna upp. Og ef við reynum að lýsa þessu hérna, þá sjáum við að spennustillirinn eða spennureglirinn merktur hérna númer 7. Og við sjáum að það ekkert merkt hérna númer 6 því að það búið að taka út sísögulrafalan. Og hérna höfum við þá segulmagnastraumurinn, hann kemur hérna inn á 1 sem að spennureglirinn, hann skammtar í rauninni segulmagnastrauminn inn á segulvöf, sem sagt 1 hérna. Og þetta í rauninni hringinn í kringum segulmagnarafalan sem á ásnum, þar sem að pólhjólið líka. Og hann framleiðir hérna, sem sagt, númer 2, þetta 3 fasa vaf hérna í segulmagnarafalanum. Hann framleiðir 3 fasa straum sem að síðan afriðaður í brúnni sem merkt númer 3. Það 6 díóður þar sem að breyta 3 fasa spennu yfir í jafnstraum og jafnspennu sem að kemur hérna inn á pólhjólið sem merkt númer 4. Og það síðan sem sagt pólhjólið spennu í sátrinu sem allan hringinn í kringum pólhjólið og en það merkt númer 5, sátrið, og það náttúrulega framleiðir hérna til álagsins. En hér fáum við raungildi spennunar, hvað spennan há út af rafalanum. Það upplýsingar fáum við hérna inn á spennureglinn sem númer 7. Sem að sendir þá hæfilega mikinn segulmagnastraum hérna inn á segulvafið sem merkt númer 1. Þetta þessi hringur sem að þið þurfið að læra að útskýra og kunna vel, því að við eigum eftir að nota þennan rafala líka í rafaltækni, því að við skoðum betur spennureglinn þar. En fyrir þetta próf hérna þá þurfum við að átta okkur á því hvernig þetta virkar allt saman. Ok, næsta mál, hver aðalmunurinn á rafal 1 og rafal 2? Í rauninni rafal 1, hann handvirkur, hann með 3 pólpur, hann snýst 1000 snúningar á mínútu og algjörlega, já, þar fer segulmagnastraumurinn í gegnum kol- og sleiturhringi en ekki í gegnum segulsvið eins og gerist hérna í rafal 2. Rafal 2 sjálfvirkur, hann með 2 pólpur og hann snýst hraðar, sem sagt 1500 snúningar á mínútu. En þetta svona aðalmunur á hann. Hann svokallað burstalaus rafal 2, brushless á ensku. En á rafal 1 þar höfum við kolbusta og sleiturhringi. Nú, af hverju tók rafal 2 allt aflið þegar sett var álag á rafala í samkeyrslu? Að hann með hraðaregli á afvélinni til þess að halda uppi 50 hraðatíðni en ekki rafalinn 1. Þess vegna tók hann allt aflið á sig. Svo eitthvað meira hérna.
Skilyrði fyrir samfösun eru 3. Hvert er 4. atriði sem stundar er nefnt þannig sem þarf að hafa í huga þegar að rafalar eru tengdir inn á net í fyrsta skipti eða eftir að kannski koma úr viðgerð og við tengjum aftur inn á kerfið að þá er það að fasaröðin sé sama á rafalanum og á netinu. Og hvernig könnum við þetta, 4. atriði? Það er hægt að gera það með dimmutengingu samfösunarljósanna eða með litlum 3-fasa mótor. Og þá verður mótorinn tengdur fyrir ofan afróa, þess að innkomandi rafala og síðan könnuð snúningsáttin á mótornum þar og síðan er hann tengdur fyrir neðan afróan og ef að verður sama snúningsátt á báðum megin þá er alveg óhætt að fasa saman. Það skiptir ekki máli í hvora snúningsátt mótorinn snýst, bara að snúist í sömu snúningsátt bæði fyrir ofan og neðan á afróanum. Þetta er semst hin aðferðin. Við getum haft þessar 2 mismunandi aðferðir og þið ráðið hvora þið lýsið en hérna svo er til tæki sem að getur sýnt sko að það eru 2 ljós á því, það er rétt fasaröð, röng fasaröð og þá er þetta að tengja það sitt hvora megin við afróan og bara ef það er sama ljósið báðum megin við afróan þá er allt í lagi, þá er rétt fasaröð. Nú áttu að teikna tengimyndir af samfösunarljósunum sem var bæði dimma og svo ljósdimma tengingu og þá er þetta myndirnar úr bókinni og útskýra muninn að í dimmutengingu þá er nákvæmlega sami fasi tengdur inn á ljós, þetta er eins og H1 þá kemur L1 hérna inn á snertu á afróa og þar kemur H1 og á samsvarandi fasa L1 hérna á hinum megin við snertuna á afróan. Þannig að þegar er rétt augnablik þá er engin spennumunur yfir snertuna. Þá er nákvæmlega sama spenna sitt hvoru megin. Þar ef að við erum þar að segja búin að stilla spennu út af rafalanum á nákvæmlega sömu spennu og er á teinunum, á netinu. Svo öll ljósin tengjast á samsvarandi fasa, begge megin. En í ljósdimmutengingunni þá erum við með sitt hvort fasan á ljósunum hérna vinstra og hægra megin. En í miðjuljósið það heldur áfram að vera á sama fasanum, miðjufasanum hérna. Því það verður slökkt þegar að er rétt augnablik. Okay. Þetta var það og síðan er spurt hérna, hvað gerist ef augnablikið er ekki rétt fasaði saman? Og þá slá örgin yfirleitt út, nema hjá okkur þá var bara svo næmur hérna búnaðurinn, hraðastýringin við mótorinn, að hann var fljótari heldur en örgin að slá út. Þannig að við losnuðum við það að skipta örgi. En yfirleitt er það sem gerist er það að örgin slá út. Hvaða 2 atriði hafa áhrif á stærð spennunar frá rafala? Að það er snúningshraði og segulmagnastraumur. Við sáum það á rafala 1, alveg greinilega. Og lýsið því hvernig álagið er jafnað á rafala í samkeyrslu, taka bæði fram jöfnun raunafls og launafls og þegar við erum að jafna raunálag á milli þá þurfum við náttúrulega að fylgjast með aflmælunum, P eða vöttunum og það þarf að stilla hraðan á aflvélinni þannig að aflmælunir sýni sama afl ef það eru jafn stórir eða þá í hlutfalli við stærð rafalana. Síðan þegar við þurfum að athuga með launaflið þá
jöfnum við sem sagt strauminn með því að stilla segulmögnunarstrauminn. Þá erum við að jafna launálagi á milli rafalana. Sem sagt launálagið það merkt með Q eða sem sagt það þá volt ampere reaktív VAR mælir sem sýnir það. En aðeinslega þá förum við eftir straummælum þegar við stjórnum jöfnum launálaginu. Ok, þá erum við komin í gegnum þessa skýrslu. Hin skýrslan sem fyrir þetta próf uppbyggingu ritstjórnsrafala og þá vorum við með feedback settið og prófum rafalan og í rauninni ég var búinn að setja þetta undir efni þessa mynd hérna. Við höfum ekki miklar áhyggjur af í þessum áfanga af svona tengingum af þessu í sjálfu sér, en hér áttum við að setja inn hvernig við tengdum rafalan síðan og við tengjum henni stjörnu. Við byrjuðum reyndar á því að mæla hvort að sé sama viðnám í öllum fösum og það var 17 ohm í öllum fösum, virtist vera allt í lagi með það. Svo stilltum við snúningshraðann á 12 snúning á mínútu og settum segulmögnunarstraum upp í 2 ampere og þá mældum við spennuna, tjekkum á því hvort að spenna væri tiltölulega jafn út af öllum fösunum og það var það bil þannig, en svo settum við sveiflusjá til að skoða fasaspennuna og þá kom í ljós að spennan ekki sýnislöguð og þá kemur það fram á hlutfallinu milli aðalspennu og fasaspennu. Hún ekki rótina 3. Og ástæðan fyrir því að spennan ekki sýnislega út af rafalan sú að hluta til að þetta segulmögnunarspennan og segulmögnunarstraumurinn verður náttúrulega ekki jafn heldur. Hann verður svo til sveiflukenndur. Því að þetta í rauninni spennugjafinn sem að gefur okkur þessu spennu vegna þess að þetta bara afriðuð spenna, heilbylgju afriðun með 4 díóðum. Þannig að segulmögnunarstraumurinn verður sem sagt ójöfn. Og líka í rauninni má segja kannski bygging pólhjólsins þannig að það í rauninni bara skorið alveg hringur í pólhjólinu, en það ekki svona ávalar pólskórnir ekki svona ávalir eins og á myndinni hérna í bókinni af pólhjólinu. Og það sem við gerðum næst var að stilla aðalspennuna á 60 volt og mæla fasaspennuna. Og hún var hérna 39,3 volt þegar aðalspennan var 60 volt og þá, já, þetta nú eitthvað skrítið hlutfall hérna. Hvað fenguð þið? Við ætlum aðeins að leiðrétta þessa mælingu. Hvað fenguð þið fasaspennuna þegar þið stiltum aðalspennan á 60 volt? 37,7 og þá var þetta það bil 1,62 var það ekki? Já. Hlutfallið var sem sagt ekki rótina 3 sem 1,7 eitthvað, heldur 1,62 og þá leiðréttum við þetta í 1,62. Já, það lang algengast að við fáum þetta hlutfall út af þessari mælingu. Og en þið voruð ekki með nákvæmlega 60 volt, var það nokkuð? Það var Já, cirka 61 volt, ok. Bara þannig að til þess að þetta sé reynt að hafa þetta nokkuð rétt. Ok, hvert á hlutfallið að vera? Það á að vera rótina 3 eða 1,73. Færðu það hlutfall? Nei, alls ekki. Fáum lægra hlutfall, það ekki alveg svona lágt, heldur 1,62.
Og ástæðan sem sagt sú að spennan ekki sínusbylgju löguð. Ok. Nú svo tengdum við álag. Það voru 3 ljósaperur, stilltum spennuna á 110 volt til að setja inn hérna einingar. Aðalstraumurinn var 0,5 ampere og fasastraumurinn var 0,29 ampere. Og svo reiknuðum þetta út frá hlutfallinu og tókum hérna aðalstrauminn sem var 0,5 og þetta var eiginlega, 1,62 hérna og þá fengum við út eiginlega 0,3 var það ekki. En við mældum 0,29. Þetta svona tiltölulega nálægt en ekki nákvæmlega eins. Jafn mikið straumur. En það bendir til þess að við séum á réttri leið með því að átta okkur á því að hlutfallið milli aðalspennu og fasaspennu, það allt annað í þessum rafala. Og það vegna þess að spennan út á honum ekki sýnislöguð. Og þarna mældist einhver munur, hjá okkur það í rauninni kannski bara 0,1. 0,01. Munurinn hérna hjá okkur 0,01 ampere. Ok. Og ég veit ekki nákvæmlega af hverju munurinn á þessu, en þetta ekki svo gríðarlega mikill munur að við getum útskýrt það. En við höfum að reikna heildarafl rásarinnar og fasaafl. Heildaraflið, þá notum við hérna hlutfallið 1,62 og raunaflsstöðullinn 1 vegna þess að álagið glóperur og það hreint á raunafl. Og við fengum við líka það bil 88,55. 89,1. Ok. Þið ekki með, hérna 1,61, ekki 1,62. Það getur verið munurinn á þessu. Ok, 89,1 watt. Og við getum að setja eininguna hérna. Og það heildaraflið var þá hérna 89,1 watt. Og ef við deilum með 3 í þá tölu þá fáum við fasaaflið. Og hvað fengum við það út? Ég reiknaði fasaaflið öðruvísi. Ok. En hvað fengstu fasaaflið? 51. Já, þá notaði ég bara fasaspennu og fasastraum. Já, notaðir þá 0,29 í strauminn. Já. Ok. Já. Við skulum athuga hérna muninn á þessu, hvort það verður nokkur, við skulum sjá, 89,1 deilt með 3, þá fáum við út 29,7, já. Já, það spurning, hvað þarna á ferðinni, af því að rafalinn ekki nákvæmlega að gefa út sýnisbylgju, þá það svona líklegt að þetta sé einhvers staðar í kringum 30 watt, Þá ekki rétt að reikna fasaaflið út frá að því við vitum fasastraum og fasaspennu. Já, hvað fasaspennan? 110 deilt með þá 1,62. Fasaspennan við erum með þríhyrningstengingu. Nei. Jú. Við erum með stjörnutengingu á... Við tengum í þríhyrningstengingu í þessum hlutum. Já, ljósin, álagið. Já, álagið. Já. Þá jafn og fasi. Já. Það sama fasaspenna og aðalspenna, já.
fasastraumurinn breytist. Já, fasastraumurinn. Já. En það eru 110 volt sinnum bara 0,29. Þá er ég með 31,9. Já, það er ekki að sinnum 1,62. Nei, af því að það er ekki þetta er einfasa. Já, það er munurinn. Það er það sem að munaði þarna. Þannig að Og hvað fær þetta? 31,9. Ef að ég nota 0,29, já. Þá erum við með 110 volt. Það álagið er þríhyrningstengt. Alveg rétt. Og straumurinn í fasanum er 0,29 ampere og þá fáum við 31,9. Það er mjög nálægt því, við getum sagt hérna þá reiknað út frá segjum hérna 31,9. Já, við getum bara að setja inn hérna formúluna. U sinnum í fasi. Þá segjum við 110 sinnum 0,29. Sama sem 31,9 watt. Það er fasaaflið. Útreiknað frá þessu hérna. Þannig að það munar örlitlu á því hvort við segjum heildaraflið deilt með 3 og reiknum út frá spennu og straum í fasaaflið. Já, heyrði, þá er þetta bara nokkuð gott. Svo heldum við áfram hérna. Hvað er átt við með orðinu póldeiling og hver er hún í rafalanum? Við erum með 4 póla í þessum rafala, þessum módeli, og þá er póldeilingin, hún er þá 90 gráður. Því það eru 360 gráður deilt með 4 pólum. Ok, síðan lýst ástandi rafalans ef sambandið inn á steyturingi rofnar, eða rafalinn misst sér segulmögnun, og þá er hann spennulaus nema að sé einhverju segulleifar í pólhjólinu. Þá myndi hann framleiða bara segulleifa spennu sem að spanast vegna segulleifa. Framleiðir aðeins spennu vegna segulleifa í pólhjólinu. Já. Það eru ennþá einhver örlitla leifar af norðurpól og suðurpól, norðurpól, suðurpól. Ok. Hvert er samhengið á milli segulmagnastraums og spennunar sem rafalinn framleiðir? Jú, ef við aukum segulmagnastrauminn þá eykst spennan. Þannig að það er svona, má segja kannski rétt hlutfall þarna á milli, ekki satt? Þannig að hér segir hérna að spennan eykst með auknum segulmagnastraum. Ok, síðan hérna hver er tíðni framleiddrar spennu rafalans ef snúningshraðinn er 750 snúningar á mínútu og þá myndum við fá tíðni 25 rið. Fengum við það ekki líka? Erum við ekki með 4 póla? Erum við bara með 2 póla? 2 pól pör. Já, það er notað pól pör. Já. Í þessari formúlu eru 2 pólpör notuð. Þess vegna fáum við 25 rið.
Ok, og síðan spurning hérna síðast, sko, þá hérna skilar rafali sama sýndarafli við stjörnu- og þríhyrningstengingu og við erum að rökstyðja það svarið, sem sagt. Sko, við fáum náttúrulega mismunandi spennur út af rafala og þá þurfum við að vera sammála það, sem sagt, að við séum þá með álag sem er gert fyrir mismunandi spennu. Og já, rafali, það er málið að rafali, hann skilar sama sýndarafli við stjörnu- og þríhyrningstengingu, séu sem sagt álag tengt við hann sem er fyrir þessar tvær mismunandi spennur sem hann gefur út. Til dæmis ef við myndum segja að ef í þríhyrningstengingu þá væri rafali, hann væri að framleiða 220 volta spennu, en þá er hærri straumur á ferðinni til þess að hann framleiði sama afl. Hins vegar ef við erum með rafalan stjörnutengdan, þá erum við með hærri spennu út af honum, 380 volta spennu, það er sem sagt 220 volt sinnum rótin af 3. En ef við erum með hærri spennu, þá erum við með lægri straum, sem er bara þá fasastraumur rafalans í þríhyrningstengingunni. Það er sami straumur. Það er alltaf sami straumur sem að rafalinn þolir. Já, hann er gerður þannig, hann er með ákveðin sverleika á leðurunum í sáturvögunum. Þannig að við erum með lægri álagsstraum við hærri spennu í stjörnutengingunni, en aðal straumurinn frá þríhyrningstengingu rafala er fasastraumurinn sinnum rótina 3, þá fáum við aðalstraumur í þríhyrningu, en lægri spennu, 220 volt. Og síðan hérna setjum við rásina upp í hermiforritinu, við gerum það seinna á önninni, en það myndi þá líta út svona. Ok, núna skulum við skoða dæmi próf sem við erum að fara í. Nú förum við yfir svörin í æfingupróf 1, að hérna þið eruð náttúrulega með þetta Excel-skjal með yfirlit yfir póldeilingu og póla og snúningshraða rafala sem er með mismunandi pólpara fjölda og slíkt. Þannig að þá getum við æft okkur á því að reikna út þessi hlutföll á milli þessara stærða. Og hér er spurt fyrst ef rafali hefur 60 gráðu póldeilingu, að þá hefur hann 6 póla. Og þetta gæti verið til dæmis 3 pólpör líka, ef það væri spurt þannig. Nú, í næsta er spurt hve margar rafmagnsgráður myndar rafali í einum snúningi ef hann hefur 2 pólpör. Að þá myndar hann sem sagt 720 rafmagnsgráður. Þetta sjáum við líka í töflunni og geta eftir ykkur að reikna þetta út. Nú, þegar talað er að rafali sé samfasavél, þá er átt við að tíðnin sé í samræmi við snúningshraðan. Og næsta, hvernig eru slitruhringjarlausir rafalar segulmagnaðir? Að þeir eru segulmagnaðir með segulsviði frá segulpólum í húsi rafalans, eins og við sáum þarna á kassamyndinni, þar sem við fengum segulmagnastrauminn úr spennustillinum, sem var merktur númer 7 í kassamyndinni, yfir í segulvöfun eða segulvafið á rafalanum. Og það er í húsinu á rafalanum. Ok, þá er það næsta, þegar við jöfnum álagi, raunálagi, álag, þá erum við að tala um raunálag, kilowött, jafnaði milli rafala, sem við tengdi sömu safnteinum,
þá þarf að stilla óskgildi hraða afvélarinnar til þess að jafna álaginu á milli. Ef að væri spurt launaálag, eða svo Q, þá þyrfti að stilla strauminn inn á pólhjólið. Já, ok. Hér er þetta 1.6. Ef þriggja-fasa rafali er þríhyrningstengdur, að þá fasastraumurinn, hann er aðalstraumurinn, deilt með rótina 3. Þetta lærðum við svolítið í riðstraumsrásabókinni. Og þetta er bara hlutfallið, þegar við erum með þriggja-fasa rafal, þá erum við með rótina 3. Og svo í 1.7, þá erum við með þriggja-fasa rafala, hann gefur frá sér 500 kW, launaflið er 400 kV reaktív, spennan er 400 volt og við erum að reikna straum rafalans. Og við þetta notum við þetta raunaflsformúluna, P sama sem þriggja-fasa, P sem Ö sinum I sinum rótina 3, sem kósinus φ. Og til þess að finna hvaða fasviki er þarna á ferðinni, að þá getum við fundið það með til dæmis þessa aðferð hérna til að finna fasvikið í gráðum. Auðvitað gætum við nota Pythagoras-regluna og fundið sýndaraflið af því það er raunaflið gefið og Q-ið, launaflið gefið. Þá getum við fundið sýndaraflið og fundið svo cos φ með því að segja P raunaflið deilt með S. Það er líka hægt að gera það. En hérna er þessi aðferð notuð líka, þetta finna tanginsinn. Og þá fáum við 38,66 gráður og þá leysum við þetta út fyrir strauminn. Við finnum strauminn, það er raunaflið, það er 500 kW deilt með spennunni rótina 3 og kósinus af 38,66 gráður. Eina sem við þurfum að passa okkur ef við finnum raunaflsstöðulinn, að ekki taka kósinus af raunaflsstöðulinum aftur. Passa okkur á því, kósinus af einhverjum gráðu fjölda, til dæmis svo 38,66 gráður. Þá fáum við strauminn hann er 924,2 ampere. Okay. Næsta mál, 1.8, að þá miðað við dæmi hérna á undan, við erum áfram við 400 volta spennu, allt í góðu lagi, og álagið í síðast dæmi er minnkað niður í 400 kW. Straumurinn, það er komið nýr straumur 850 ampere. Við erum að reikna fasvikið. Notum sömu formúlu, en núna einangrum við cos φ, raunaflsstöðulinn. Við erum að reikna út hann og finna síðan fasvikið. Þá erum við með P-ið, það er 400 kW, setjum þetta 400.000, deilum með spennunni, rótina 3 og straumnum sem er gefinn. Þá fáum við cos φ nýtt, 0,679 og þá notum við þessa aðgerð á reiknivélinni, cosinus fyrsta. Þetta er bara vitlaust tala hérna, það á að vera 0,679 og þá þurfum við að heita þessu 679. Ok, og þá fáum við erum við með hornið 47,2 gráður. Tjekkið bara á þessu hvort það er rétt. Síðan ég spurt ef álag á rafala er 18 kW, hvað er þá afl á fasa? Þá deilum við bara með 3 upp í 18 kW, fáum við 6 kW. Og síðan er samfösun. Hvaða 3 skilyrði þarf að uppfylla fyrir samfösun? Að það sé sama spenna á rafala og safnþennum, að spennar hafi sömu tíðni og sé rétt augnablik valið. Síðan í 2 útskýru hvað gerist, hvaða vörn verður virk ef snúðsaða rafala sem á að fasa inn á net er örlítið minni en samsvarar tíðninni á netinu þegar fasa er saman við netið.
og það nefnilega að bakaflsvörnin, hún leysir rafalrofan út vegna þess að það kemur bakafl og ef að það það mikið bakafl og það varir í það langan tíma, þá virkar bakaflsvörnin útleysinguna á rafalrofanum. Ok, þannig að aflrofinn hann bara slær út af bakaflsvörninni. Síðan, hérna 4.3. Lýstu hvað ljósdimmatengingin hefur fram yfir dimmutenginguna í samfæssunarljósunum, að í dimmutengingunni þá eru öll 3 ljósin slökkt þegar að rafaldirnar eru í fasa, en það erfitt að sjá nákvæmlega hvenær það gerist, hvenær sem sagt að rétta augnablikið En í ljósdimmutengingu þá lýsa 2 efri ljósin jafn skært, en 3. ljósið slökkt þegar rafaldirnar eru í fasa. Það muni auðveldara að sjá hvenær að fyrir að nálgast rétta augnablikið. Þess vegna betra að hafa ljósdimmutenginguna heldur en dimmutenginguna þegar við fösum saman. Ok, síðan hérna, hvers vegna þarf meiri segulmagnsstraum við spánálag heldur en raunálag? Það eftir að launstraumur í spánálagi vinnur á móti seglun pólhjólsins. Það þessi sátuspilna sem við vorum að skoða áðan. Og þetta var síðasta spurningin í þessu æfingaprófi.